Góðir samkomugestir, ég tek nú undir með félagsmálafulltrúunum okkar og býð ykkur velkomin til þessarar stuttu kvöld samkomu. Og ég vil nú byrja á því að skila kveðju frá formanni kaupfélagsstjórnarinnar, Daníeli Kristjánssyni á Hrauðavatni. Hann ætlaði nú að vera hér með okkur í dag og ætlaði reyndar að vera hér einnig í kvöld en gat í hvorugt skiptið komið vegna landsleika. Nú við vonum að hann hressist og geti verið með okkur á seinni fundunum en það meiningin að á morgun verði hér einnig fundur með svipuðu sniðu og núna er haldinn og einnig 3 daga eftir helgi. Nú, það verður að koma í ljós hvort að þátttakendum í þessum kynningarfundum finnst að það hafi tekið því að efna til þeirra. Ég vona að svo muni reynast. Margir álíta sem svo að í hverju byggðarlagi eða hverjum bæ og stærri þorpum sé sjálfsagður hlutur að það sé sveitarstjórnar skrifstofa með tilheyrandi sýslumannsembætti og fleiri opinberar stofnanir og reyndar kaupfélag og blanda því þá býsna mikið saman viðhorfum sínum til þessara að það telur opinberu stofnana. En kaupfélag er alls ekki opinber stofnun. Það er félag fólks til þess að vinna að atvinnurekstri, verslun og félagsmál. Og við erum meðal annars að efna til þessara kynningarfunda til þess að undirstrika það við félagsmenn og aðra sem að með okkur vilja dvelja þessa stuttu stund að félagið er sem sagt félag, svo það heitir kaupfélag en ekki opinber stofnun. Í kaupfélagi Borgfirðinga eru 1350 félagsmenn sem hafa gengið í félagið af fúsum og frjálsum vilja og geta gengið úr því ef að þeim sýnist svo. Þessir félagsmenn starfa eru í 18 hreppum, allt frá Skarðsheiði og vestur í Breiðuvík, en lang flestir úr einni deild hér í Borgarnesi eða hálft 400 eða þar bil. Starfsmenn kaupfélagsins eru í kringum 270 svona yfirleitt. Nú, ég ætla nú að reyna að tala hér ekki eins og á deildarfundum en má þó til með að láta þess getið að starfsemi kaupfélagsins er býsna fjölþætt. Sú starfsemin sem mest fer fyrir er verslunin og það sem í kringum hana er. Þá má nefna sláturhús sem er það stærsta hér í landi og sláturtíð núna sauðfjárslátrun er lokið. Hér var slátrað núna 82.000 fjár sem er það mesta sem að næst mesta fyrirgefið sem orðið hefur. Það mesta var 87.000 árið 1979. Nú þá er hér vaxandi kjötiðnaður, brauðgerð, meira að segja tökum við lítilsháttar þátt í veitingarekstri, bæði með aðild okkar að Hótel Borgarnes og sjálfstæðri veitingastofu vestur á Vegamótum. Það er á vegum félagsins stórt járniðnaðar fyrirtæki út í Eyju þar sem starfa hátt í 50 manns. En við sem að vinnum hérna, við teljum það nú ekkert of stórt. Það má kannski segja að þessi salur hérna, hann sé svona aukaatriði og mörgum finnst það kannski, en mér finnst það ekki því að það er mjög gaman að geta tekið og gott fyrir kaupfélagið að hafa svona aðstöðu til að geta tekið á móti fólki og við erum afskaplega ánægðir að hafa þá aðstöðu hér hjá okkur því að þá fáum við alltaf að vera með í öllu sem að kaupfélagið gerir og þannig að við svona fáum að fylgjast mjög vel með öllu í sambandi við það.
Nú, grunnflötur hússins rúmlega 3100 fermetrar og það kjallari undir hluta hússins. Við förum nú á eftir og göngum hérna efri hæðina. Ég held við förum ekkert í kjallarann sem undir húsinu að hluta til. Þar eru lagnir og kælivélar og svona hitt og þetta sem að fólk hefur kannski ekkert gaman að sjá, en ég held að við förum út í móttökuna hérna úti og göngum svo inn eftir húsinu svona eftir þeirri leið sem að mjólkin kemur inn í húsið og lítum á svona helstu þættina. Ef við byrjum í móttökunni, þaðan göngum við inn í ostagerð. Ég ætla nú svona bara aðeins að segja það hérna, því að það er ekki víst að þið heyrið öll í mér á eftir niðri. Skoðum við ostagerðina, þar á eftir förum við inn í stýrgerð, mjólkurpökkun og smjörgerð. Það nú reyndar ekki mikil hávaði núna þarna niðri, svoleiðis að þið heyrið nú kannski betur í mér heldur en oft þegar hópar hafa komið, því að nú engar vélar í gangi og þar af leiðandi kannski ekki eins skemmtilegt að skoða þetta, því að það nú oft þannig að mann er skemmtilega að skoða starfsemina í gangi, en nú er náttúrulega allt stopp hjá okkur, þannig að það er ekki eins mikið að sjá, en það er hægt að líta á svona húsaskipan og vélabúnað. Nú ég held ég hafi þetta bara ekki meira. Við skulum bara standa upp núna og ganga niður og kíkja á húsakynnin, og eftir getum við þá, ef það er eitthvað sem þið viljið spurja svona, þá tökum við það á eftir. Takk. Ég sagði mismæli áðan þegar ég talaði um Hvítárbakka. Það eiga náttúrulega að vera Hvítárvellir í sambandi við Mjólkurskólann, en það hefur einhvern veginn farið öfugt út mér. Nú, ég held að ég hafi ekkert mjög mikið að segja meira. Það þýðir ekkert að skamma ykkur fyrir vonda mjólkursveitunum eins og við gerum reyndar, erum að reyna svona, ekki skamma en svona að reyna að hvetja bændur til að framleiða góða vörur, og Jón Finnsson þá hérna líka til að hjálpa mér við þá messuna. En ég vil bara í lokin benda ykkur á það að hér niðri við aðalinganginn er verslun sem þið getur nú kíkt í leiðu þið lappið út í kvöld. En sú verslun er opin hérna frá klukkan 9 á mótnana til 5. Það nú reyndar ekkert mjög gaman að koma í hana núna því að við erum bara með svona þessar venjulegu mjólkurvörur til sölu, en meiningin er að næsta vor þá byrjum við að selja allar ostategundir sem til eru í landinu hér í þessari búð, og hún á að virka svona svipað og ostabúðurnar í Reykjavík, ef þið hefðu komið þar hjá ost- og smjörsölunni, þannig að fólk á að geta komið hérna og smakkað á ostum, fengið gamlan ost, þeir sem vilja það, og ég vona að það verði til þess að svona auka ostasöluna. Við erum bæði að reyna að ná fólkinu hér í héraðinu náttúrulega,
og þá kannski ekki síður öllum þeim ferðamönnum sem hér eru yfir sumartíman. Þannig að við ætlum að reyna svona að lífga svolítið upp á ostasöluna. Nú, ég held ég hafi þetta bara ekki fleira, en ef það eitthvað sem þið viljið spurja ef einhver hefur fengið vonda mjólk, nú við erum komið með léttmjólk á markaðinn og fleira, þannig að ef það einhverja spurningar þá kannski eins gott að taka þær núna. Hann skuli heiðra okkur hér í kvöld með nærveru sinni. Það kom sér vel og ég læt honum eftir næsta dagskrálið sem svona stutt kynning á samvinnuhreyfingunni og leið fáum við að sjá skuggamyndir. Borgfirðinga gengst þessa dagana fyrir kynningarfundum og við höfum einmitt séð hérna byrjunina á einum slíkum. Hitan og þungan af undirbúningi þessara funda hefur borið Egill Heiðar Geirsson. Egill, segðu mér eitthvað frá þessum kynningarfundum. Hvernig eru þessir fundir hugsaðir? Nú, upphafið af þessum kynningarfundum það að á stjórnarfundi nú í haust þá ákvað stjórn Kaupfélags Borgfirðinga að efna til skyldi til kynningarfunda á vegum félagsins. Nú, mér var falið síðan þetta verkefni að annast skipulagningu á þessum fundum og það meiningin að hér verði að ræða 6 fundi. Og skipulagið á þessu þannig háttað að við bjóðum til þessara funda félagsmönnum og það má segja að tilgangurinn með þessum fundum sé sá að í fyrsta lagi að efla tengsl félagsmanna við kaupfélagið, nú í öðru lagi að efla áhrif félagsmanna á starfsemi kaupfélagsins og síðast en ekki síst að reyna að efla innbyrðis kynni félagsmanna sem við teljum að sé mjög nauðsynlegt og mjög ánægjulegt að geta gert á fundum sem þessum, þar sem félagsmenn koma saman. Já, nú hérna í kvöld Borgarnesdeildin. Í dag var úr Andakílshreppi, Skorradal og Lundaríkjadal og síðan þessu skipt þannig að það eru 3-4 hreppar hvern dag og stendur í nokkra daga, það ekki? Jú. Það meiningin að þetta standi í 5 daga, þessi fundir. Nú í dag, þessi fundur hér hjá okkur í Borgarnesdeildinni annar fundurinn af þessum 5. Fyrsti var nú í dag og þessum fundum þannig háttað að eins og ég sagði áðan að félagsmönnum boðið. Félagsmenn úti sveita eru sóttir á hópabílum. Þannig að þeir eru komnir í Borgarnes klukkan 12 á hádegi og þykja hádegisverð í boði félagsins. Og síðan koma þeir hingað? Nú síðan í framhald af hádegisverðinu þá farið með þá Borgarnes í stutta kynnisferð Borgarnes því að það nú raunin svo að margir okkar félagsmanna og margir þeir sem búa hér upp í héraðinu koma í Borgarnes, keyra aðalgötuna í gegnum bæinn og að kaupfélaginu og komast kannski ekki mikið lengra og ég held að raunin hafi sýnt okkur það nú strax á þessu fyrsta degi að þegar við höfum farið með félagsmennina hér Borgarnes að þá voru þeir strax margs vísari einmitt kauptúnið Borgarnes. Og síðan hafið þið sýnt þetta nýja og glæsilega mjólkurstafarhús sem verðum stödd í hérna? Já, það er höfuðþáttur þessara kynningar er kynning á mjólkursamlaginu og það þótti við hæfi að taka það nú þegar það er nýtt og það var alveg ljóst að margir á okkar félagsmönnum höfðu ekki komið þó
þó að vígslan hér í ágúst síðastliðnum hafi verið fjölmenn og þá voru þar margir sem ekki komust og það sem sagt uppistaðan í þessu kynning á mjólkursamlaginu og skoðun á húsnæði þess. Síðan í framhald af henni kynning á samvinnuhreyfingun og samvinnustarfi í landinu og það byggjum við upp í fyrirlestrarformi og með sýningu á skuggamyndum úr samvinnustarfi í landinu. Auk þess þetta vörukynningu leið því að þið veitið hérna ýmislegt af þeim framleiðsluvörum kaupfélagsins? Jú, það rétt að þetta verður leið vörukynning. Hér erum við með á boðstólum mjólkurafurðir og reyna að stilla því svolítið upp vegna þess að við erum jú hér með eina höfuðstoði þessara kynningu mjólkursamlagið og okkur þótti vel við hæfi að einmitt að tengja mjólkurafurðirnar og kynning á þeim inn í þessa fund okkar. Og sömuleiðis höfum við valið það að vera hér með á boðstólum vörur einnig frá kjötvinnslu og síðan brauðgerðinni. Þannig að þó höfuðþátturinn sé mjólkursamlagið þá erum við hér leið að kynna aðra starfsþætti einnig. Takk að það fyrir. Einn af gestunum hérna í kvöld Árndís Kristinsdóttir. Segðu mér Árndís, hvernig líst þér á þetta? Mjög vel. Og ertu búin að smakka á matnum? Já, skyrtertan hún alveg að bragð. Já, það ekki? En finnst þér ekki að þetta vantið dálítið svona meiri kynning á starfsemi kaupfélagsins og allt þetta? Jú, mér finnst það. Sérstaklega svona fyrir okkur sem ekki vinnum, eða það fyrir þá sem ekki vinna hjá kaupfélaginu. Fyrir okkur þetta svo lítið öðruvísi kannski fyrir okkur sem vinna þar, en mér finnst þetta vera mikið meira af þessu. Já, þessi námskeið og annað sem hefur haldinn, þau ekki yfirleitt fyrir hinn almenna félagsmann og það það sem að þau vantað. Já, mér finnst það mætti vera meira fyrir hinn almenna félagsmann. Þetta svo lítið annað viðhorf sem við höfum sem að vinna hjá kaupfélaginu. Við lifum meira og færumst í þessu heldur en hinn almenni félagsmann. Já, nú þetta nokkuð góð mæting hérna í kvöld, ætla sé ekki 80-90 manns hérna? Mjög góð. Einn af þessum gömlu borgnesingum sem allir þekkja Finnbogi Guðlaugsson. Hann frumherji bílamenningarnar hér í Borgarnesi, stofnaði fyrstu bílastöðina sem hér var rekin og síðar bílaverkstæði sem hann seldi nú síðar kaupfélagi Borgfirðinga. Segðu mér Guðlaugur, hvernig finnst þér, Finnbogi fyrirgefðu, hvernig finnst þér nú tímarnir núna með það sem var áður fyrr? Þeir eru nú mikið breyttir, en ég vil leiðrétta eitt hjá þér og það það að ég stofnaði ekki fyrstu bílastöðin í Borgarnesi. Það voru Magnús Jónasson, bifreiðastur Borgarnes, sem að stofnaði fyrstu bílastöðin, en ég kom ekki inn í þetta mál fyrir 1930 og upp úr því. Já, en þú rakst lengi bílastöð hérna og síðan bílaverkstæði, ekki rétt? Jú, rak bílastöð frá 1930, má segja, og til 43. Og sömuleiðis bílaverkstæði jafnframt þessu frá 33 og enn fremur eingöngu sá ég bílaverkstæði frá 43 til 70 og eitthvað ég man það ekki. Já. 70. Ertu hættur sestur í helgan stein núna? Já, ég hætti þessum rekstri. Já. Nú erum við stödd í mjög stóru og glæsilegu húsi, nýja mjólkurstöðvarhúsinu, en finnst þér það ekki tíman að tákna yfir það hvað breytingarnar eru gífurlega miklar að þú ber það saman við gamla mjólkurstöðvarhúsið? Jó, mikið lifandisósköp. Ég byrjaði nú að keyra mjólk í mjólkursamlagið í Borgarnesi eftir að kaupfélagið keypti það. Áður var ég búinn að flytja mjólk sem að var flutt hér, rjóma og skér sem að framleitt hér upp í héraðinu og ýmsum sveitabæjum sem fóru svo með flóabátnum frá Borgarnesi til Reykjavíkur á markað þar. En eftir það að mjólkursamlagið var stofnað sem mun hafa verið 31 held ég, 31 eða 2,
að þá byrja ég strax að keyra mjólk og við fleiri að þessu samlagi. Þess vegna man ég þess fyrstu spor. Og það hefur nú þótt góð bygging á sínum tíma? Og jú, það þótti það. Það hugsaði enginn svo hátt þá að það er ekki til margra ára svo bygging þegar hún var komin í gagnið. Já, þar hefur hún verið notuð lengi en núna þykir hún nánast einskis nýtt. Já, það er sennilegt. Ég vil ekki dæma það en hittir það að þetta er náttúrulega óskapleg breyting eins og all breytingar sem hafa farið fram á þessum árum. Bílarnir hafa 1930 til 1940 þá svo gjör bylting í öllum þessum samgöngumálum og verslunarmálum að það er ekki hægt að líkja þeim neitt saman. Nei, bílarnir gjörbreyttir og veginni líka og aðstæðan öll önnur. Jú. Það hefur verið ólíkt erfiðari mjólkurflutningarnir hérna áður fyrr og tekið lengri tíma. Ég býst nú við því, veginnir voru nú ekki á marga fiskana og svo voru bílarnir náttúrulega lítilsmegnugir. Þetta voru lélegir bílar frekar, burðarlitlir og þar af leiðandi þurfti maður að fara með sama magn, mikið fleiri ferðir heldur en nú þarf að fara og allir flutningar gengu tregar og þó með bílum væri og þetta þótti bara mjög mikil framför frá hestakerruflutningunum. Já, og á þessum árum var verið að ryðja brautir landið. Þú sagði áðan að skýrið hefði verið flutt með bát til Reykjavíkur. Það hefur náttúrulega kannski verið komin vegur suður þá, en hvernig var með þá áframhaldið norður? Já, það var engin vegur hér á milli Borgarness og Reykjavíkur sem bílfær var fyrir Hvalfjörður var fyrst fær 32. En það var búið að fara Kaldadal frá 28 minnsta kosti með bíla. En það var ekki leiðnema sem var opin bara sumrinu tiltölulega stuttan tíma. En síðan fóru menn að brjótast þetta oft á furðulegan hátt norður allar heiðar, var það ekki? Jú, það er nú hér þetta hérað og hingað og þangað. Þetta er nú saga sem er búið að margendurtaka og maður mann svo ýmislegt frá þessum tíma en þetta er saga sem er búið að margendurtaka og þarf að endurtaka hana núna. Þetta ætti að vera öllum kunnugt hvernig þetta þróaðist. Já, en líst þér ekki vel á starfsemi kaupfélagsins og finnst þér þetta ekki vera allt á réttri leið og svona eins og þessi kynningafundur vera mjög til bóta? Jú, mér líst ágætlega á það. Það líst mér ágætlega á. Og ég hef ekkert vita á rekstri kaupfélagsins út af fyrir sig. Ég tel það vera ágætt í heild. Þetta er stórt og mikið fyrirtæki. Ég veit ekki hvað það er í röðin af fyrirtækjum á landinu. Það er mjög framalega. Þakka þér fyrir. Hermann Búason kom hingað fyrst sem hótelstjóri en fór síðar að vinna hjá kaupfélaginu og hefur lengi unnið þar á skrifstofunni. Segðu mér Hermann, þú manst nú tímana tvenna í skrifstofahaldi. Ég sá þig daginn sitja við tölvuskerm og pikka inn. Er þetta ekki dálítið öðruvísi heldur en fyrst var? Jú, það er það. Annars er hún ósköp lítið sem ég unni fyrir tölvuna. Já, en eitthvað samt. Já, aðeins. En er þetta ekki allt saman gjörbreytt allir starfshættir hjá kaupfélaginu frá því sem fyrst var? Jú, þeir eru náttúrulega mjög breyttir því að þegar ég fór að vinna hjá kaupfélaginu 1943 þá voru fastir starfsmenn 11. Hjá öllu kaupfélaginu? Já, bæði í búð og á skrifstofu. Ég var 12. Og nú skiptaði þeir hundruðum? Já, líka 200. Árnir sennilega svona þrefalt fleiri bara á skrifstofunni heldur en voru þarna tvöfalt eða þrefalt fleiri geti ég trúað? Við vorum 6 á skrifstofunni og þá jafnmargir í búðinni en þó hygg ég að við nú fjölga meira í búðunum. Já, það er nú líka eðlilegt. Það gerir tæknin. Já. Hvernig finnst þessi kynningafundur? Mér finnst það að vera til fyrirmyndar. Já, og heldur að þetta auki ekki kynni og tengsl félagsmanna? Það hefur verið mikið haldið af alls kyns námskeiðum en svona kynningafundi fyrir einn almenna félaga, það hefur ekki verið svo mikið af því? Nei, en annars held ég að námskeiðin hafi nú verið góð, þau sem að ég hef haft nokkur kynni af. Til dæmis þegar var hér með námskeið í málflutningi og meira svona, það held ég að við tekist vel fyrir nokkur árum. Já, ræðumennsku og já.
Einn af þeim bílstjórum sem lengst hefur starfað hjá Kaupfélagi Borgfirðinga er Aðalsteinn Björnsson. Segðu mér, Aðalsteinn, hvenær byrjaðir þú? 2. janúar 1947. Og hefur keyrt allar götur síðan? Allar götur síðan, já. Keyrið enn? Og keyra enn, já. Já. Eru ekki tímarnir mikið breyttir? Það er geysilega mikill munur á því frá því maður fór sína fyrstu ferð og tala nú ekki um sérstaklega bæði tæki og vegir og allt slíkt að það er ekki hægt að jafna því saman. Og ég tala nú ekki um náttúrulega aðstöðuna sem þú hefur séð hérna niðri að vísu keyrði ég ekki í miklu mæli mjólkurbíla. Að þú séð aðstöðuna, munin að standa úti við að losa eða vera inni í upphituðu húsi og allt sem því fylgir að vera komin hingað upp eftir að það er náttúrulega ekki hægt að tala um það í neinni samlíkingu. Nei. Þetta er náttúrulega gjörbreytt og bætt aðstaða á allan hátt með tilkomu þessa hús. Segðu mér, nú hefur þú líka haft afskipti af öðrum málum, umferðarmálum. Þú hefur verið formaður klúbbsins Öruggur Akstur, eða ekki? Jú, ég var það í 10 ár. Ég hætti núna nýhættur og hérna ég hef nú kannski verið heldur svona ónýtur formaður þess klúbbs en samt ef maður hefur getað komið því til leiðar að kannski á 10 árum að forða 1 eða 2 árekstrum, ég tala nú ekki um kannski einu mannslífi, þá er til mikils að vinna. Já, en heldur að umferðarmenningin hafi ekki batnað mikið að undanförnu? Ég veit ekki hvað að segja um það, að manni vex náttúrulega í augum, altså faratækjafjöldin hefur aukið svo alveg geysilega og að vísu er okkur mikill vandi á höndum hér í Borgarnesi núna við tilkomu nýju brúarinnar hérna yfir fjörðinn að þessi umferðin sem hefur skapast á spottanum frá brúarendanum og niður að SO skálanum eða SO stöðinni og svo út úr þorpinu. Og svo út úr plássinu, já, hann hefur verið alveg geysilega þungur umferðarstraumur og ég held að vanti svona örlítið meiri skipulagningu og eitt og annað sem við þurfum að gera og eigum eftir að gera sem að verður nauðsynlega að koma til þess að bæta þar um. En finnst þér nú ekki Borgarnes hafa breytt svip með öllum þessum steyptu götum og ræktu sérstaklega í sumar? Það er náttúrulega alveg geysilega munur og maður getur náttúrulega ekki líkt því sama við það sem að mann fyrst eftir sig þegar sjórinn gekk hér upp þar sem að Kaupfélagshúsið er núna og það er alveg, það hefur lifað hér alveg geysilega bylting og breyting og alveg geysilega. Takk að þér fyrir. Guðmundur Guðmundsson, fræðslufulltrúi SÍS, hjálpaði til við undirbúning þessara kynningadaga Kaupfélags Borgfirðinga. Segðu mér, Guðmundur, er ekki fræðslustarfsemi á vegum sambandsins sífellt að aukast? Hún er tvímælalaust að aukast og það var kannski þó nokkur áberandi vendipunktur í starfinu 77 þegar samþykkt var á aðalfundi sambandsins að gera átak í því að efla félags- og fræðslustarf samvinnuhreyfingarinnar. Það er nefnilega þannig að þetta er ein stærsta og fjölmennasta félagshreyfing í landinu og hún sinnir störfum og viðfangsefnum á nánast öllum sviðum þjóðlífsins en þrátt fyrir þetta þá er fræðsla samvinnuhreyfinguna til dæmis í samfélagsfræði efni skólakerfisins afskaplega lítil og við getum ekki ætlast til þess að það sé svona eðlilegur eða sjálfstæður hlutur að hinn venjulegi Íslendingur viti allt sem hann þyrfti að vita störf og stefnu og starfshætti samvinnuhreyfingarinnar. Þess vegna er þetta alveg geysilega þýðingarmikið og ég hygg að þessir kynningafundi Kaupfélags Borgfirðinga þeir ættu að gegna veigamiklu hlutverki í því að veita hinum almenna félagsmanni og hinum almenna íbúa á þessu svæði nokkuð ljósari mynd af samvinnuhreyfingunni eins og hún er í dag. Já, nú hefur þetta oft verið nokkuð tvískipt. Það hafa verið mikið haldið að námskeiðum hér sem að hafa verið þá fremur fyrir starfsfólk samvinnufélagana en aftur minna
námskeið eða kynningar fyrir hinn almenna félagsmann, en þetta einmitt sniðið að því og það fyrst og fremst hugmyndi með þessu að fræða menn samvinnu starf. Já, og samvinnuhreyfinguna sem félagshreyfingu, því að það má segja að einn megin tilgangurinn með þessu fræðslustarfi að við getum komið þannig fyrir að hinn almenni félagsmaður að hann sé sér meðvitandi það að þetta félag sem hann félagsmaður í og hann hefur þar sín félagslegu réttindi og skyldur og honum ber og hann á að hafa tök á því að hafa áhrif á störf og stefnu félagana. Það félagsvitundin sem við þurfum að leggja áherslu á. Nú gífurlega mikill munur á starfsemi samvinnu félaga út á landi og á Reykjavíkursvæðinu. Hvað getur sagt okkur það? Já, ég hygg að það sé nú kannski mörgulítið eðlilegur þáttur. Nú í fyrsta lagi vert að nefna það að þegar samvinnuhreyfingin stofnuð og hún náttúrulega stofnuð og á sinn uppruna úti í dreifbýlinu. Það var þegar komið nokkuð á veg ýmis sú starfsemi í höfuðborginni Reykjavík sem að samvinnufélögin tók upp út á landi og samvinnufélögin þau hafa gegnt það veigamiklu hlutverki í byggðaþróuninni og víða á litlum stöðum út á landi að þá ekki svo marga aðra aðila til þess að sinna atvinnustarfsemi heldur en samvinnuhreyfinguna. Nú það gildir til dæmis í sambandi við verslunarþjónustu sem að snöggtum minni á vegum samvinnuhreyfingarinnar í Reykjavík. Það að sjálfsögðu vegna þess að þar markaðurinn það stóra, það svo fjöldamargir aðrir sem tilbúnir til þess að sinna starfseminni þar. Já, nú stundum sagt að sísi auðhringur, hvað vil segja það? Já, þetta hefur maður nú heyrt æði oft. Nú það skiptir kannski ekki megin máli hvað menn kalla þetta, heldur skiptir það máli hvernig samvinnuhreyfingin starfar, hvernig sí starfar og sömuleiðis hvernig það ráðstafar því fjármagni og þeirri starfsemi sinni. Það ekki alltaf spurning það hvort að gróðin meiri eða minni, það fyrst og fremst spurningi hvað verður gróðan. Og í tilfelli samvinnuhreyfingarna þá rennur hann til félagsmannana, til félagana og til fólksins en ekki til fárra einstaklinga. Og skattfríðindi talað líka, hvað hæft í því? Já, það hef ég nú aldrei skilið, sko. Ég held að skattfríðindi samvinnurhreyfingarinnar, ef við til dæmis berum þau sama við hlutafélög, sem kannski ekki óeðlegt, að þá held ég að það verið afskaplega erfitt að benda á þau, enda hafa þeir sem hafa haldið fram að samvinnufélögin búi við einhver skattfríðindi, þau hafa aldrei fengist til þess að benda á hver þessi skattfríðindi. Í dag, 7. nóvember, annar dagur kynningarfunda kaupfélagsins. Við erum stödd hérna núna í matsal Láturhússins út í Brákarey. Hjá okkur eru Kristfríður Björnsdóttir úr Hofstöðum og Ragnheiður Kristófersdóttir Gilsbakka. Segðu mér, Ragnheiður, úr hvaða hreppum eru þeir sem hér eru núna? Þetta úr Hálsasveit og Hvítársíðu og Reykholtsdal. Já, og hvernig komið þið hingað? Það var nú næst áhyggjulaust því að kaupfélagið sendi bíl og smalaði á bæina og við þurftum ekki annað en komast niður fyrir túnið. Og keyra þér ykkur heim svo aftur? Já, síðan skilst mér að þeir ætla að keyra okkur hér Borgarnes og sýna okkur staðinn og skila okkur síðan heim í hlað í kvöld. Svo þetta nú lítið fyrir okkur. Já, og síðan verður svona kynningarstarfsemi og fræðslu erindi upp í Mjólkursamlagshúsið, það ekki rétt? Jú, það á að kynna okkur skilst mér starfsemi kaupfélagsins og hvernig það starfar og sömuleiðis segjum við að fá þá tækifæri til að koma á framfæri ýmsu sem við vildum gjarnan segja og þetta náttúrulega gott tækifæri til þess að kynnast starfseminu og fólkinu sem vinnur við þetta.
Þakka þér fyrir. Kristfríður, líst þér ekki vel á þetta framtak kaupfélagsins að bjóða svona til þessara kynningafunda? Jú, mér líst ljómandi vel á það. Þetta er skemmtileg tilbreyting að fá að koma hérna niður eftir og borða saman og í alla staði mjög ánægjulegt. Já, nú hefur ykkur í svona fundir eða húsmæðrafundir allavega verið áður. Varst þú á ykkur slíku? Nei, ég hef aldrei fyrir komið á svona kynningarfundi eða neitt slíkt. Nei, það er sennilega nokkuð liði síðan það var. En ég þakka ykkur fyrir. Kokkur í mötuneyti sláturhússins er Gunnar Páll Ingólfsson. Gunnar, nú er búið að ganga mikið á hérna undanfarnar vikur hjá okkur. Já, það eru búin að borða hérna og drekka 4 sinnum á dag, nærri 200 manns. Þetta er svona frá 170 upp í 195. Og þetta er búið að vera frá því í byrjun september og við héldum núna lokahóf á laugardaginn var, á laugsláttíð. Já, já. Og hvernig er að fá starfsfólk í þetta? Nú ertu búin að vera hérna nokkur haust, er það ekki? Já, ég er nokkuð góður með það því að ég held svo gott sem sama starfsfólkinu frá því ég byrjaði og það munar reyndar öllu. Ég er með sama starfsfólki ennþá sem ég var með því ég byrjaði. Já, það er farið að þjálfast og þetta gengur allt saman vel. Já, það myndi ég segja. Nú sér þú líka veitingar á þessum kynningardögum hjá kaupfélaginu. Hvernig er að fá það svona ofan í þetta? Nú, það má nú kannski fyrst og næst einmitt nefna það að fyrir það að maður með þjálfað starfsfólk og starfsfólk sem er samhent að þá förum við nokkuð létt með þetta. Við erum að vísu með veitingar á 2 stöðum. Við gefum þeim fyrst að borða hérna og síðan er farið upp í samlagssalinn og það eru kaffiveitingar og kynntar þá vörur frá bakaríinu og kjötvinnslunni og eins er reynt að setja þarna fram vörur sem að samlagið framleiðir, mjólkursamlagið. Og hérna höfum við og munum bjóða öllum gestum sem hérna koma upp á létttryggt dilkakjöt. Það var svona samkomulagi að kynna það. Já, í hádegisverði, það er fyrir þá sem koma úr sveitunum. Úr sveitunum, já. En nú hafa margir látið vel af skýrtertu til dæmis sem að þarna hefur verið á boðstólum upp í samlagi. Hvernig er þetta búið til? Já, þetta er nú fjöldaframleiðsla sem kemur frá mjólkursamlaginu og við höfum ekki búið þetta til en ég verð bara að viðurkenna að þetta var í fyrsta sinn sem ég sá skýrtertu, það var hérna frá. Já, og þetta er vara sem kemur beint frá Mjólkursamsölun Reykjavík. Og er þetta alveg nýtt? Þetta er svo gott sem nýtt. Það hefur ekki verið gert í því að auglýsa það. En svona, það er verið að reyna að koma þess á framfæri núna. Já, já. Þakka þér fyrir. Og þetta eru starfsstúlkurnar hérna í mötuneytinu. Nú eru gestirnir farnir og þær fá sér sjálfar að borða.